verkefni 4 sem það að búa til viðmót ofan á þessa vefþjónustu sem við erum að búa til. Þannig að við ætlum að nota þetta til þess að læra bara inn á React og það má skila verkefninu annarkvort með Create React App sem svona bara svona bootstrapping forrit sem að gefur okkur bara React keyrandi client-side app. Það er að segja, það keyrir bara á clientum. Það er ekkert server-side renderað eins og við vorum að gera í verkefni 2, þannig að við fáum bara tóman body. Þetta er eins og við vorum að gera hópverkefni 2 í webforritinu 1. Munið þið? Það var bara svona, það var ekkert eiginlega í HTML-inu okkar og við vorum að búa til bara í JavaScript-inu. En við höfum eftir að fara betur í þetta, skiptinguna á þessu server-side renderað og client-side renderað og eitthvað það sem er á milli. Það kemur meira, en ég bara að segja, það er þannig, Next.js er bara svona kóngurinn í React heimi í dag. Það eru lang flesti sem nota það og það er svona áttið svona upp, þetta er svona, hlutir eru alltaf annarkvort að verða vinsælli eða verða hataðari eða eitthvað svona, það er aldrei stöðuleiki. Þannig að þetta er svona komið, ég veit ekki hvort það sé búið að píka í fræð eða notkun eða eitthvað. En það er alltaf mjög margir sem eru svolítið núna svona hlaða hún á þetta smá hatri upp á það hvað þetta býr til rosalega stór verkefni. Það er að segja, verkefni þar sem að bara Hello World vefur þýðir að þú ert að downloada 250 kilobætum á JavaScripti. Sem er, já, þetta er það nefnilega búið til í frameworkum. Nú erum við búin að vera svo ótrúlega öguð að við erum bara búin að skrifa þetta bara með HTML, CSS og JavaScript og svo eitthvað á bakendanum að við erum ekki búin að vera að nota eitthvað svona framework. Framework í eðlisnu segja bara, gerðu svona. Svona vinn ég, þú kaupir inn í það og vinnur bara svona. Annars getur bara að fara eitthvað annað. Og það er svona Next.js er meira opinionated en Create React App. Til dæmis opinionated að því leyti að það er routing innbyggt og þá er routing eins og við erum búin að vera að gera. Bara, ef við biðjum þessa slóð, þá keyrir þessi kóði. Það er með leiðir til að búa til API-köll, það er með leiðir til að búa til hvernig við setjum CSS okkar upp, það þarf að vera ákveðið og svona. Á meðan Create React App er svona ákveðið opinionated en vantar ýmislegt í það. Það er svona ekki batteries included. Þannig við þurfum til dæmis, ef við ætlum að fá router, þá þurfum við að sækja okkur router sem heitir React router og við þurfum bara að setja hann upp og alls konar svona aukalega í þessu. En ég ætla bara að nota Create React App núna og renna aðeins yfir hvernig við gerum þetta. Þannig hérna fyrir við bara get started og það er bara klassískt hérna. Við keyrum þetta npx sem að keyrir þetta Create React App út frá npm og býr til okkar app. Þannig að ég ætla bara að fara í iTerm og ég ætla bara að búa til grunn að ekki þetta npx create react stakkum aðeins waf4. Þetta er bara grunnur af því. Núna sækir þetta, það er að installa þessu, sækir, setur þetta upp og sjá hérna installing React, React DOM, React Scripts with CRA template. Þannig CRA er þetta Create React App, bara stytting á því. React er í grunninn rendering vel. Þannig að hún tekur eitthvað sem er kallað virtual DOM, sem er bara mjög keimlíkt DOM-inu sem við höfum verið að vinna með það. En þetta virtual DOM er svona herra level af abstraction og hefur síðan ákveðna rendera sem er renderað út í eitthvað, eins og í DOM-ið. Þegar við erum að nota React Native, þá erum við að nota þetta virtual DOM, nefnir í staðinn fyrir það að búa til DOM-nóður fyrir vafran, þá búum við til view sem eru í Objective-C fyrir iOS app eða Java, mann ekki hvað heitir, view í Android. Þá er það að kompælast í 2 hluta, iOS app, Android app, á meðan að React fyrir vefinn er bara kompælast fyrir DOM-ið. Og svo er þetta að gera til dæmis fyrir þrívita forrit, þá getur við verið með, getur búið til þrívita senur í React og nota React til þess að reconcila þessu, þannig að ef ég gerir breytingu í þrívita, ég hreyfi mig áfram, ég bæti við kúlu, ég bæti við kassa, að þá tekur React og segir, hei, kassin bættist við. Næst er ég rendera í lúpunni, þá birtist kassi. Þannig að þetta er í raun bara mjög abstrakt pæling í grunninn.
en úr abstraktinu í praktikina sem alltaf svona fín lína. Þannig að nú ég komið með þetta og nú þetta bara mjög kunnuleg uppsetning. Við erum með eitthvað readme, við erum með eitthvað package.json, við erum með package log, við erum með eitthvað source möppu, við erum með eitthvað public möppu hérna sem samt svona svipað við vorum að vinna með í verkefni 2. Hérna sjáum við eitthvað, ok, það eitthvað index.html og það eitthvað mynd og eitthvað svona. Og svo erum við node module, þannig að í grunninn kunnulegt. Svo komum við inn í source og þá fyrir við að sjá eitthvað hérna, ok, við erum með eitthvað app CSS, ok, bara eitthvað gefið apps, hérna CSS. Við erum með eitthvað app, hér fara hlutinir að verða skrýtnir. En hérna sjáum við að við erum að gera function sem returnar síðan HTML-i. Þannig þetta er svona stóri hluturinn sem að React að gera öðruvísi og þetta hérna, þessi syntax sem hérna á milli kallast JSX, JSX og ekki reyndar hérna en oft það sem að skrárnar eru nefndar með, JSX hérna. Pælingin þarna og stóra pælingin á bak við React það að aðskilnaður á milli markupsins og kóðan sem við erum að vinna óþarfi. Við getum bara straujað allt út úr dóminu og teiknað það bara allt aftur, bara rendera það allt aftur. Þannig að ef við gerum einhverja breytingu þá staðan fyrir að finna, query selector, finna hérna þetta hér, ef ég ætla að breyta svo ég verið með eitthvað upprópnumerki eða eitthvað, að þá bara tekið þetta hérna og ég bara rendera þetta allt aftur út frá nýju stöðunni. Og þetta var alveg bara, fólk tók ekki vel í þetta fyrst þetta kom út. Það var að koma út bara núna fyrir 2 vikum, hérna React heimildamynd. Þegar við lifum að tíma það sem að öll stóru frameworkin með sína eigin heimildamynd. Og það er bara fyrirtæki sem bara vinnur við það að búa til heimildamyndir forritunarframework. En þetta sem sagt í grunninn búið til hjá Facebook, að þegar Facebook var að díla við þetta, við erum með þúsundir af fólki að vinna við það að gera vefumút, þar sem við erum með eitthvað teymi sem að einasta hagsmunum leitarbarinn og það sem kemur til að byrja að leita eitthvað. Annar bara með notification, þetta bara sér teymi með 50 manns eða eitthvað, kannski 40 eða 30 núna eftir að hafa búið að segja upp. Svo ertu með sér teymi sem sér bara photos, sér teymi sem bara með Messenger, sér teymi, þannig að og allt samt á þetta virka saman í sama viðmótinu. Þannig að þú ert einhvern veginn að encapsulata þetta þannig að þau geti unnið saman en samt ekki verið að skemma fyrir hvort öðru. Þannig að React var leið til þess að gera þetta og vinna með svona komponenta sem við sjáum reyndar ekki hérna en við skulum búa til að minnstu kosti 1 núna áður en við hættum. Þess að núna fer ég hérna og ég fer terminal og ég geri npm start og þá ég að keyra vefþjónin á porti 3000 þannig að hún segir hérna vil keyra porti 3001 opnum það hérna og við erum komin með þetta og núna ef við loka einhverju öðru dóti hérna hjá mér þessu lækkum þennan niður hérna og ég hef búin að bæta hérna við þessu þannig að við fáum þetta svona hot reloading og allt svona sem að við erum búin að kynnast og þetta bara hot reloader hérna milli þannig að við erum bara komið með eitthvað og við getum byrjað að vinna í einhverju sem að hérna React appið okkar og þá kemur einmitt, ok, hvað svo? Og það sem að React vill að við gerum að vinna þetta í svona komponentum. Þannig að við erum oftast með eitthvað sem við kallum hérna components hérna, möppu og undir því getum við kallað eitthvað kallum þetta bara departments. Ég ætla að búa til aðra möppu sem heitir departments og inn í henni ætla ég að búa til eitthvað departments.jsx og inn í því ætla ég að gera export function stækkum þetta aðeins og gerum svona departments og ég ætla að gera return hérna og ég ætla að skila nú ætla ég bara ímynda með það að ég að fara að skila lista af departments úr vefþjónustunum sem við erum með ég ætla að kalla það bara hérna eitthvað section
og ég ætla að kalla hérna bara H2 deildir og ég ætla að vera með eitthvað ul og eitthvað lið hérna og hérna ætla að koma deildir, ok? Gerist svo sem ekki neitt hérna, en það sem ég get farið núna hér, sagt ok, ég vil ekki hafa þennan link hérna eða þessa mynd eða eitthvað, þannig að ég ætla bara að gera eitthvað kennslu skráinn, ok? Ég vissi það og þá er bara komið hérna núna sem einhvern header, kannski meika meira sens að þetta sé inn í H1, þannig að við erum samt alltaf, þið sjáu, við erum ennþá að skrifa HTML alltaf inni, þannig að við erum ennþá að passa upp á aðgengi og semantíkinu og þetta, og kannski droppum þessum lit líka, en núna vil ég bara setja hérna fyrir neðan deildirnar mínar, þannig að þá get ég gert hérna departments og þá finnur hún hérna og importar þessu fyrir mig og þá er þetta eins og element, bara eins og HTML element, nema ég sjá að það skrifa með stórum staf og er í raun importað hérna. Núna vista ég og þá fæ ég þetta sem ég hef búin að gera í hinni skránni. Og þetta sem sagt er það að komponentæsa viðmótið okkar í það að við getum hugsað, ok, þarna geti þetta verið eins og leitastíkan eða notification barinn eða eitthvað. Þess að við getum bara sagt, ok, þetta er komponent, öll flækjan sem að fylgir honum er bara inn í þessum komponent. Hérna erum við bara búin að kollapsa flækjustigið eins og ég var með áðan, svona hvernig API-in mér finnst gott að hugsa flækjustig af því að forritin er rosa mikið bara manage flækjustig, bara þetta er ógeðslega flókið og bara ég vil díla við ákveðið flækjustig á ákveðnum tíma, á ákveðnu leveli og bara færa að hitta á einhvern annan stað. En nú er þetta komið hérna og svo get ég sagt, ok, reyndar þá myndi ekki alltaf heita deildir, það myndi ekki alltaf vera titillinn, þannig ég vil geta gert svona og ég vil geta sagt titillinn bara hérna. Okay, þannig að þá er ég komin einhvern veginn með attribute inn í komponentin. Þá get ég gert hérna, eða þú veist, ég vil bara segja eitthvað hérna nýjustu deildir, af því að ég vil einhvern veginn geta sagt bara, hugsanlega í framtíðinni geta sagt eitthvað svona count og þá get ég sagt hérna tölu, þá sendi ég tölu áfram, þá var það svona í gegnum bracket hérna. En ég vil geta sagt bara eitthvað, hey, nýjustu 5 deildirnar eða eitthvað. En allavega, fyrsta skrefið er bara að geta sett inn titilinn, að hann sé ekki hardkóður í komponentnum. Ok, ég gerir svona og það gerist ekki neitt af því ég er ekki búinn að gera ráð fyrir þessu. Og þá er það sem ég get gert hérna, er í raun og ég fæ hérna inn, þetta er bara fall. Og ég get fengið, þetta er yfirleitt kallað props. Og ég get bara gert hérna console log props. Þannig ég get opnað þá hérna, það farið í konsolið og ég ætla að vista þetta. Þá fæ ég hérna, reyndar tvisvar, þetta er development mode, en hún er re-rendera alltaf tvisvar, það er ástæður fyrir því. Og þá sjáum við hérna, ég fæ bara núna title, object með title nýjustu deildir. Ok, þannig að ég er bara, ég gerir svona og ég fæ öll þessi gögn hérna. Þannig að ég get núna, er ég komin leið til að senda gögn á milli, komponentana. Ég get svo farið hérna, ég get gert departments, ég get gert bara svona og ég fæ núna eitthvað hérna sem heitir children, sem er annar object. Og children er eitthvað, já út af litnum, sorry. Þannig að við erum með hérna streng tölu, children sem er eitthvað object sem er á sig innihald children og inn í því erum við með eitthvað hérna sem heitir hello, þannig að þá sjáum við hérna. Þannig að þetta er bara representation á HTML-inu sem er hérna. Þannig að ef ég held áfram svona, þá sjáum við að við fáum bara aftur children, nema núna er þetta bara orðið children sem er með props, sem er með children, sem er með props, sem er með child. Þannig að þetta er bara tré. Þannig að þetta er bara að representa HTML tré struktúrin eins og við vorum að vinna með í Web41. Þannig að þetta eru bara tré, trees all along. Þetta er þetta að hugsa viðmóti svona, þegar við erum svo bara að vinna með þessi tré, þetta, og við getum í raun bara sagt hérna, ok, ég vil, þetta meikar samt ekki sens, ég vil bara þessi komponent hann á ekkert, hann er bara svona. Og þetta hérna var bara eitthvað bull, þannig að svona, og við getum lokað þessu, þannig að ég vil bara skipta þessum gaur út
hérna, þannig að þá veit ég hérna, ég fæ út úr þessu title og þá vaninn sá að við gerum svona, gerum title hérna. Þannig að hvað að gerast hér? Já, munið hvað þetta heitir í JavaScript? Destructuring. Þannig að við destructurum út úr objektinu title bara beint í breytu. Í staðinn fyrir að gera props.title, þá þetta svona, þetta yfirleitt það sem við gerum. Og við hefum þá væntanlega gert ef það hefði verið titill saman sem nýtt titill, þá hefði þarna verið titill. Titill hérna og, já, ef þú veist þetta mun þá geyma gögnin sem koma hérna. Já. Þannig að nú get ég gert hérna. Þetta er bara sama breytan, eða þú veist. Já, þannig að við erum bara í raun að spara okkur þetta að kalli þetta props.title og kallum bara title. Þannig að núna, út í þetta JSX og hérna getum við aftur notað þennan curly bracket syntax sem er bara svona eins og við vorum að nota í EJS til þess að búa til slott fyrir breytundur okkar. Og þá getum við bara gert title og þá er þetta komið svona. Ef það væri fleiri breytur, myndi þetta bara vera title komma nýja breytan. Já, þannig að ef ég segi hérna foo1 þá myndi ég segja foo svona og þá get ég sett, þú veist, foo hérna. Þá vistaði ég ekki hérna, þannig að það kemur 1. Ok, sem þýðir þá að núna erum við komið með komponent og þá komum við inn í þetta sem er kallað svona deklaratíft leið til þess að skilgreina viðmótin okkar. Nú erum við búin að búa einu svona til þennan komponent. Þannig ég get núna bara tekið hann og bara margfalda hann hérna niður og sett, þú veist, mismunandi titla, eitthvað og ég vista og ég fæ bara þetta aftur og aftur og aftur og aftur. Út af því að ég er bara búin að búa til komponent sem ég get bara endurnýtt hvað sem ég vil. Þannig ég get verið með input fyrir form inputið mitt eða button fyrir takkan minn og hann er bara einu svona tilbúin. Hann er bara tilbúin, button, hann gerir svona, hann er, þú veist, jú, það er eitthvað mismunandi hvað gerist þegar ég klikka á hann. En útlitið og hegðunin og allt þetta er encompassað í komponentinu sjálfum. Þannig að það væri þá hægt eins og fyrir button að vera með til dæmis slóðuna fyrir hvert hann ætti að leiða í props og breyta því bara eftir því. Já, þannig ég geti búið til hérna button og ég geti sagt hérna to eða href, þú veist. Þá geti það farið á hafi.is eða eitthvað og þá er þetta hérna, nú þarf ég bara að búa hann til og þá geti ég bara byrjað á því að segja hérna ok, þá ætlum ég að búa til annan komponent hann er button. Myndu hafa þú veist möppur í komponent sem væri þú veist geti að vera svona sections eða er það bara ef eitt af þessi skrá í einni möppu Já, það er yfirleitt þannig að við reynum að halda þessu þannig að við co-locatum allt sem að við viljum að sé tengist komponentum. Þannig að til að þessu hérna, ég vil að þessi button eigi sér eitthvað ákveðið CSS, þá get ég haft það hérna, þannig ég get sagt hérna button, en hérna kemur samt smá svona, þú veist, við erum hérna ennþá með versinni, ok, hvað ef það er annar button sem að notar button-klassan? Það er lausnir, við möttum að fara bara í það í næstu viku. Og ég vil segja það bara hérna, background color, pink, border, radius, 10 pixlar eða eitthvað svona. Ok, svo ger ég button hérna, export, function, button, alveg eins, nema nú viljum við vera með children, þegar við viljum fá í raun textan sem að kemur inn og við viljum vera með href. Þá kemur aftur, ok, button með href meikar ekki sens, því að button á í raun að vera eitthvað sem er interaktíft. Þannig að, ok, við erum svolítið að svindla þarna svona aðgengislega og semantíkslega séð í HTML-in okkar, en látum það slæta. Af því þá er einmitt hérna, ok, hvernig á ég að láta href virka með button? Þú veist, ég vil vera með A, þú veist, ok, gerum það bara. Button, já, af því að button er í raun, þú veist, meira eitthvað svona, ég er búinn að skrifa eitthvað inn í form eða búinn að skrifa eitthvað og ég ætla að leita að einhverju. Að það er svona, gefið til kynna, þú veist, interaktív, það er ekki hyperlinkur. Ég skil, en gerir eitthvað annað heldur en að senda það? Já, akkurat. En mjög oft blanda saman.
og mjög oft svona, þú veist, hversu vel ertu að þér í bara svona basic semantík bara, þú veist, með þetta hvort make sense fyrir þér, þú veist, því að hyperlinkar eru með ákveð og buttons eru yfirleitt tengdi við form. Þannig að við svindlum og við segjum ref hérna og svo segjum við bara children. Ok, þá hefur við eftir að importa buttonum okkar hérna. Ok, nú klikkaði eitthvað og það klikkaði ef við komumst einhvers staðar í konsól hérna, og sjáum við hérna þá sjáum við fáum alveg fullt af einhverju villum hérna. Type is invalid, check your code at appjs lína 12. Ok, þá erum við með button hérna og núna erum við búin að segja importunum en við erum ekki búin að vista hér. Þannig að villan er í raun að við erum að reyna að importa úr tómaskjalinu, fáum tilbaka eitthvað sem við getum ekki importa og React bara eitthvað, hei, ég get ekki búið til eitthvað úr tóma. Þannig að ef við vistum hér, þá lagast þetta. En þetta er oft svona bara mun að við erum búin að vista allt og eitthvað svona. En í appjs, af hverju lókum við departments lókum eftir departments, þú veist, aftur en lókum button? Þá, Þú veist, HTML-tækinu. hérna erum við að self-closa Já. að þegar við erum að segja að við viljum ekki, það meikar ekki sens fyrir okkur að department segi button, Já. en button, það meikar sens út af því að button vill í raun hafa eitthvað input. Þannig að þetta er til dæmis eins og þú veist, við kannski notum þetta mest þegar við erum að gera svona link-rel eitthvað hérna, þá stundum var með eitthvað, eða BR, þú veist, þetta er svona, þetta eru element sem standa ein og sér og eiga sér ekkit, þú veist, sem vill fara inn í þau. En hérna sjáum við svona annað. JSX expressions must have one parent element. Þannig hérna erum við í raun með BERT, þess að JSX element, það byrjar bara hérna frá og með við opnum svigan og þannig til við lokum sviganum og hérna erum við með 2 element inni og það má ekki, það verður alltaf að vera 1 parent þegar við erum alltaf ekki að hugsa þetta sem 3, það verður alltaf að vera rót. Ok, þannig að við erum komin hérna en hann er ekkert ennþá neitt rosalega fancy, þannig að þú veist CSS-ið okkar, það magically importaðist ekkert þarna, það, þú veist það varð ekki bara partur af CSS-un okkar út af því að við settum með eitthvað CSS-skjal hér. Þannig að þá kemur aftur svona eitthvað sem er svolítið weird, sem við sáum aðeins hérna í þessu, að við erum að importa CSS-inu. Þannig að þá segjum við bara hérna import button CSS. En þá gerist ekki neitt, af því að það segir í raun hérna class.button. Þannig að þá gerir ég hérna class name button. Nú verður hann mjög fancy. Sjáu þið eitthvað hérna sem er stingur í stúf? Það er class name, en ekki class. Já. Og það er, sagan segir þess að þetta var upprunalega út af því að þetta er í raun frátekið breytunum í CSS, nei í JavaScript segi ég. Og þá var það að nota eitthvað sem var það ekki. Og þá var það allir með class name. Og það er í rauninni það sem við erum först með núna. En fólk er tvísagnar um það hvort þetta sé í alvörinu svona eða eitthvað annað. Það er einhver svona, það er einhver wake up sheeple hérna lið sko. Veistu hvað myndi gerast ef við skilgreina svo CSS fyrir button inn í app CSS? Sem við erum að importa, þú veist. Hérna? Já. Já, sem við sem, þú veist. Það myndi yfirskrifast að koma líka. Yfirskrifast ekki, þegar nú þurfum við að hoppa alla leið aftur í Web48. Hvað gerist þegar við erum með CSS og CSS þarf að komast að hvað hún á að teikna? Hún finnur specificityið og svo kemur cascadeið og raðar og athugar, ok, hvaða property value er með hvaða specificity í selektorunum og út frá því hvað fæ ég. Þannig út af því að hérna er bara að setja padding, þá bætist það bara við. En ef ég set background color blue, þá gerist ekki neitt út af því að hitt er með hærra specificity af því að það kemur seinna, út af því að því er importað seinna en það er bara happa glappa.
þannig að ég get gert, þú veist, important sem á aldrei að gera samt og þá tek ég yfir það. En það sem að, en þú veist, það er það sem er, nei, ég er bara svona tónt ykkur. En þá sjáum við hérna að við fáum, og ef við hoppum í þetta svona, að buttonin okkar er hérna með button sem er yfirskrifað hérna. Munið ekki eftir þessu? Þetta er specificity að koma inn og þá er þetta út í þessi hérna gaur og hann er þá sagður vera hérna úr bottom CSS sem kemur hérðan, en í raun og veru þegar við síðan bildum þetta, þegar við búum til eitthvað sem er statísk útgáfa eins og þú veist við erum að gera í hérna með bara í hérna hvað heitir tólið sem við vorum að nota í Web.net? Já, við notuðum hérna hvað heitir það? Ekki view, það er fast í haustum á mér. Það heitir hérna, svona bildar. Vít. Já, vít. Já, það er nefnilega franska fyrir hratt. Að hérna, þú veist, það, ég man ekki eins og hvað ég er að segja, allavega. Við erum komin að þennan stað, við getum núna búið til komponenta og komum ekki alveg í það að geta sagt hérna, ég vil síðan geta, ég er alveg að brenna á tíma, en þú veist, núna, næst myndi ég vilja geta gert það þannig að ég geti, við ætlum að halda áfram með það næsta tíma það sem ég er með hérna þegar ég sæki þetta þá vil ég geta tekið hérna bara fyrir hvert staka þessu hérna og pura því inn í einhvern department component bara þessum gögnum öllum saman og búi bara til eitthvað department út frá þessum gögnum þannig ég býti komponentin einu sinni svo bara sendi ég mismunandi gögnin í hann og það verða til mismunandi síður fyrir hann það sem ég geta skoðað og þetta er sett mjög langur inngangur að þessu verkefni 4 sem er þetta að nota gögnum sýnilausninni eða ykkar-lausn sem ég gerir aðgengilega núna bara þegar skilin renn út og setja upp 3 síður forsíðu sem birtir lista af deildum síðu fyrir deild eftir slug sem er þá þetta get department slug í minni lausn, þetta er miðað við hana og leifir að eyða deildinni, þannig að þá fer ég inn á deildina og ég get þá ítt á eyðatakka sem þá bara eyðir henni og svo get ég farið inn á áfanga deildarinnar og þá fæ ég form sem leifir mér að bæta við nýjum áfanga í deildinni og þá kalla ég vefþjónustuna og refresha síðuna sem gerir nýtt kall í vefþjónustuna sem birtir nýja áfangan þá erum við komið með þessa hringrás sem er vefþjónusta, frammendi sem sækir gögn og breytir í gegnum vefþjónustuna þá erum við búin að skipta forritun okkur upp í 2 hluta sem við getum þá nota til þess að vinna í sitt hverju lagi og þessi skipting er svo sem við erum að vinna síðan áfram með verkefni Höfuðborg 2 þar sem við búum til frammenda ofan á vefþjónustunar og Höfuðborg 1 Megar þetta sens? En við höfum eftir að skoða ríðat miklu meira það er bara restin af áfangunum meirilega það pluss síðan að taka smá svelt sætúr til þess að kompera og kontrasta við það svarar þessu hérna ekki senda 200 kilobæta af JavaScript bara til þess að byrta Hello World. Herre, eitthvað fleira?